Húni annar 130 tonna eikarbátur sem smíðaður var í skipasmíðastöð KEA á Akureyri árið 1963. Hann eini eikarbáturinn óbreyttur af þessari stærð sem nú til á Íslandi. Árið 1994 var Húni tekin af skipaskrá og ákvörðun var tekin að eyða honum á næstu áramótabrennu. Árið 1995 var báturinn aftur skráður á skipaskrá og í nokkur ár gerður út sem hvalaskoðunarbátur. Nú hefur Húni öðlast nýtt líf sem hluti af iðnaðarsafninu á Akureyri. Hollvinir Húna sjá reksturinn og báturinn opinn gestum og gangandi alla daga í sumar. Við erum að taka túrista á leikskóla og bara alls konar hópa bátinn og segja sögur, syngja og segja bara bátinn. Og hvernig endur við þið hér á Húna? Sko, við erum búin að vera í leiklistaskólanum í Leikfélagi Akureyrar og í fyrra þá var sendt póst á það og gáð hverju vildu vera hérna í fyrrasumar og vera með leikrit. Og svo var bara að tala við okkur aftur í sumar hvort við vildum koma með svona leiðsögn og við bara játuðum því. Já. Og hvernig þetta? Þetta er bara mjög gaman. Þetta er mjög skemmtilegt. Maður fara að gera sem maður finnst skemmtilegast. Það er bara að syngja og hafa gaman. Þetta sagan okkar, þetta lífið okkar. Og sko, það náttúrulega sjávarútvegurinn sem hefur komið fótum undir okkur Íslendinga. Og það þess vegna sem við erum sæmilega efnuð, þó ýmislegt annars sé farið að gefa okkur núna einni tekjur. Og þessi bátur sem hefur kannski kostað, við skulum segja, 700–800 milljónir, þegar honum var lagt eftir fiskveiðar, þá hefur sennilega andvirðið verið 10 milljarðar. Þannig að hann hefur skaffað mörgum sinnum andvirðið sitt. Það sem mér finnst sorglegast í dag að það ekki til peningar virðist vera til þess að leggja í það að varðveita svona bát eins og þennan. Við leggjum hér að okkur sjálfboðavinnu en erum stöðugt að reyna að einhvers staðar að ná í smáaura til þess að borga það sem þarf að borga. Ég einn af þeim sem mæti hér á morgnana og drekkum kaffi saman og spjöllum og ráðgerum. Báturinn nýkominn úr slipp og hann var málaður öllu leyti af félögum í Húna. Þannig að það er alltaf mikið vinna sem að menn leggja á sig við að halda bátnum við, iðnaðarsafnið á bátinn og hann er partur af safnamenningu og til sýnis, hann er opinn alla daga frá klukkan 1 til 4 og núna vorum við svo heppin að þessir unglingar sem eru svona áhugasamir Húna, þau vildu endilega vera hér og það kemur sér vel fyrir okkur. Þau eru búin að læra svona sögu bátsins og segja frá bátnum og syngja síðan svona sjómannalög og við erum búin að taka á móti bara stórum hópa leikskóla börnum til dæmis og svo eru alltaf að slæðast hérna inn svona ferðafólk. Það er svona tilgangur með bátnum eitt af því að gera bæinn meira lifandi og spennandi fyrir ferðafólk. Ég get náttúrulega ekki sagt fyrir aðra en fyrir mig er það bara stórkostlegt að fást við eitthvað, gera eitthvað og maður bara sofnar spenntur á kvöldin með tilhugsun hvað maður ætlar að gera á morgun og svo erum við stundum að sigla og það er líka mjög skemmtilegt. Í ágúst ætlum við að heimsækja Færeyinga, við erum boðnir á sjómannadaginn til Færeyja sem verður seinni partinn í ágúst og þeir borga olíu fyrir það að við komum. Það verður mjög gaman að fara í Klaksvík. Ó María, mig langar heim. Ó María, mig langar heim. Því heima vil ég helst vera. Ó María, hjá þér. Í höfnum var hrókur mikið fagnaðar og einn hlaði það